Ja, hérna nýja og gamla saman. Það snúa eins. Og ég myndi nú segja það töluverður stærra munur á þeim. Enda á hún að geta svolítið meira þessi nýja. Þetta verður mjög áhugavert. Hún sem sagt snýr ekki rétt fyrir patrólinn. Það var að losa upp kompressorinn og snúa honum alveg nánast bara heilan hring. Svo setja hérna pakningun upp á og snúa túrbínunni eins og ég held að ég vilji hafa hana. Það komin túrbína monteraði hérna á mestu leyti. Setti stöddana hérna í. Það er eftir að setja einn. Aðeins mátaði downpipe upp á og það passar ekki sérstaklega vel sko. Þannig að ég ætla aðeins að bora út götin og hérna sjá hvernig það passar þegar það er komið. Þetta er 8 mm gött, bara farið yfir 9 til að byrja með, sjá hvað gerist. Já, downpipe komið á. Ég tók fyrst öll götin og boraði þau út í 9 mm. Það dugði ekki alveg til, þannig að ég tók hérna þessi 2 gött hérna á bakvið, boraði þau í 10 og þá fór hann upp á, bara þokkalega vel. Og þetta er orðið fullert. Þannig að næst er að máta setupið áður en ég rígherði meira. Það er fleiri verkefni í gangi en túrbínuskiptin. Hérna er dýðus olíuleki. Og ég held þetta sé örugglega að koma frá pakkdósinu á Sauðárásnum, en ég hef ekki náð að staðsetja það alveg 100%. Gæti alveg eins verið að koma eitthvað frá pönnunni, en þetta ekki. Ég ætla allavega að rífa þetta allt saman og skoða. Ég er búinn að panta nýja viftukúplingu, hún er á leiðinni. Þannig að til þess að einfalda mér lífið að taka tressuhjólið hérna framan af, þá ætla ég að kippa vasskassanum frá. Ég var að losa vasskassahlífina hérna og tók rörið sem liggur hérna undir, svoleiðis.
þá verður þetta að koma ádráttarklofa á þetta. Þetta sko allt nýþrifið, samt þetta allt í olíu og innan ekki að þetta svona olíu hérna lekandi af demparanum. Og svo líka að leka olíu að ofan og það annarkvort með knastás eða með ventlarloki. Það kemur líka í ljós að það opna líka. Og fyrst ég að rífa þetta allt saman þá skipti ég tímareim. Og fyrst ég að rífa þetta allt saman þá ætla ég að taka headið af og breyta kælingunni á því. Þannig að það ýmislegt fleira. Þetta kemur smátt og smátt. Vatnskassin farinn. Viftan farinn framan af, trissuhjólið. Það sést vatnsdælinn hérna. Og viftan er framan á henni. Það er farið af. Komið svolítið á óvart hvað vifturreimin er slök, þannig að það var svolítið sér ágætt að kíkja á þetta. Það gerist ofsalega strekt. Svo er olía hérna á ferðinni og það lítur allt út fyrir það að hún eigi upptök hérna næsta árs. Kemur betri ljós þegar við búið að rífa þetta allt framan af. En þetta er flott. Búið að vera leiðind olíuleki hérna á hliðinni á vélinni. Og þetta er eitthvað sem við erum langað til þess að losna við. Þannig að það er bara bullandi tækifæri og mikil vinna.